Taktikinn í boði Jakko og Jóðam Jóð. Let's go. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Í þessum þætti ætlum við að fjalla íþróttafélög og það starf sem unnið innan þeirra sem oft ósýnilegt eða við áttum okkur ekki alveg á gildi þess. Hingað til mín setti komið góðan gest, íþróttafulltrúa KA, Siguróli, velkomin. Takk fyrir það, Skúli. Gaman að vera komin. Þú varst að setja svolítið skemmtilegan pistil hérna á Facebook sem svona kveikjan að því að ég ákvaði að heyra í þér og þar sem þú varst að tjáðu íþróttamannvirki í Akureyrarbæ. Já. Það náttúrulega hefur verið pínu umræðin upp á síðkastið og þetta hefur verið svona viðkvæmt mál og margir að spá og spekulera og margir sem hafa skoðun sem bara gott og blessað en það sem ég var kannski að benda á svona heilt yfir algjörlega ótengt KA eða Þór eða einhverjum sérstökum íþróttafélögum mikilvægi íþróttafélagana og starf íþróttafélagana, hversu mikilvægar íþróttir eru fyrir samfélagið Akureyri, ekki síst heilsufarslega séð, heldur líka fyrir efnahagslífið í bænum. Og þegar við tökum efnahagslífið, það í raun hægt að mæla það án þess að það hefur kannski verið gert með mjög beinum hætti en svona dæmi þessa þætti sem við græðum efnahagslega beint á íþróttastarfinu. Hver eru þeir? Já, góður punktur að þetta hefur nefnilega ekkert verið almennilega mælt með einhverjum góðum hætti og sakna ég þess pínu því að ferðaþjónustan með þetta alveg niðurnjörvað og veit nákvæmlega hversu margir farþegar eru að koma hingað með beinu millilandaflugi eða annað slíkt en okkur í íþróttahreyfingunni, okkur vantar pínu að geta sett einhver mælitæki á hversu margir að heimsækja okkur. En það sem ég benti á í þessum pistli mínum á Facebook var hversu mikið íþróttalífið á Akureyri stuðlar að góðri ferðaþjónustu í bænum og þá kannski sérstaklega yfir erfiðustu mánuðina sem eru ekki kannski háanna tími ferðaþjónustu. Með mótahaldi og leikjum og svona niðurlagið í þessu hjá mér tengt þessum íþróttamannvirkjum og uppbyggingu íþróttamannvirkja á Akureyri var það að hversu mikilvægt fyrir íþróttafélögin og bæinn að fjárfesta í íþróttahreyfingunni því að í þessu mjög mikil samkeppni eins og öllu öðru. Akureyrarbær í samkeppni við sveitarfélög í kring og suðvesturhorninu ferðamennina og við erum líka í samkeppni við íþróttafélögin að fá að halda þessa viðburði, að fá að halda þessi mót og ef við förum að dragast aftur úr vegna aðstöðuleysis að þá fara mótin bara eitthvað annað. Akkurat. Í draumaheimi, hvernig aðstöðu þyrftum við að hafa hérna í bænum? Aðstæðan, ég ætla bara að taka það strax fram að aðstæða til íþróttaiðkunar á Akureyrarbæ utan að frá séð góð. Við höfum allt sem þarf, ef við getum sett gæsalappir utan það, en miðað við uppbyggingar hugmyndir á öðrum sveitarfélögum eins og staðan í dag, að þá erum við að fara að dragast aftur úr. Okkur vantar betri aðstöðu til ýmissa íþróttaiðkunar og ég veit að þú geti fengið einstaklingar frá hverju einasta íþróttafélagi í bænum af þessum 22 sem eru og þau getur sagt hvað þeim langar í. Ég ætla kannski ekki að fara út í eitthvað sérstaklega hvað mér finnst sérstaklega vanta en það náttúrulega nógu skýrt að ég sé íþróttafulltrúi KA hvað mér finnst vanta. En þetta snýst aðalega það að sama hvort að verði sett uppbygging hjá KA eða Þór eða bæði eða sundfélaginu eða skautahöllinni að öll bætt aðstaða laðar að fleiri mót, leiki og þar af leiðandi fleiri gesti í bæinn sem að borða hérna, sem að gista hérna, versla við kaupmanninn á horninu, þau taka olíu og bensínstöðvar, eru ofboðslega stór þáttur í því að hér getum við haldið út í fjöldanum öllum af veitingastöðum, gistiheimilum, hótelum og svo framvegis. Þú nefnir þetta, 22 aldarfélög í IBA, 32 greinar, þetta ofboðslegur fjöldi, umræðan á því að hættu að fara út í það að þetta sé svolítið svona barátta milli þeirra, að þessi rígur í gangi en eins og segir, þetta vinnur allt saman, það að leikmaður geti farið í sund í sinni endurhæfingu eða hvernig sem öll bætt íþróttaaðstaða, hún hjálpar öllum. Já, og það alveg rétt og eins og þessi bætta íþróttaaðstaða, fólk mjög meðvitað í dag sem betur fer. Og þetta bara svona gerist hægt og rólega að meðvitund fólks varðandi mikilvægi íþrótta hvað varðar heilsufar, geðheilbrigði og félagsþörf, hún alveg til staðar. Fólk veit hversu mikilvægt að stunda íþróttir eða einhvers konar hreyfingu langt fram eftir aldri. Þetta fullnægi félagsþörfu margra að vera í hópíþrótt eða æfa undir stjórn þjálfara með öðrum og svoleiðis. En punkturinn í gær til þess að opna augu fólks fyrir þeirri líka var einmitt tengt
þessu efnahagslífi, hversu mikilvægt það væri óbúslega gaman að fá sko meðbyr og fá kannski veitingahúsaeigendur og þeir sem að reka þessi gistiheimili og hótel því reynilega að taka bara undir þetta með okkur. Já. En þarna sko, þessi áhrif að því þú getur ekki eins og Sundlaug getur sagt já, ég fáum þetta marga gesti til okkar, það þetta margir sem borguðu inn, það ekki það sama að segja að þetta margir borguðu inn á meistaraflokksleik, þetta allt öðruvísi aðgangur, ef við getum talað þannig. Já, engin spurning og það væri, þess að vantar okkur pínu mælitæki á KA, bróður minn vinnur upp í golfklúbb og það mjög gaman fyrir þá að geta séð hversu margir spilaðir hringir voru árið 2019. KA hefur í rauninni mjög erfitt að segja hversu margir hafa heimsótt KA svæðið á árinu 2019. Við teljum okkur hafa fengið yfir 300.000 heimsóknir á KA svæðið árið 2019 með öllum sem koma þarna hverjum degi og svo náttúrulega áætlum við 10.000 gesti í bæinn þegar ennitmótið er. Þú veist, sem er náttúrulega okkar stærsti einstaki viðburður og allt þetta fólk þarf að borða og það þarf að sofa og það er svona punkturinn sem ég benti á. Síðan fór ég svona í dag að horfa á hina hliðina, horfa á hina hliðina á sama pinninum. Það er semast hversu mikilvægt fyrir efnahagslíf Akureyrarbæjar er að það séu samkvæmt skýrslu sem kom 2017, það voru 7.499 iðkendur í íþróttum á Akureyri. Þessi tala hefur hækkað að mínu viti frá 2017 og jafnvel einhverjir hópar ótaldir, svona öldungahópar, þeir sem fara á gönguskíði eða skíði, fara í golf, fara í sundsét til heilsubótar, þessi hópar ekki taldir með. En það sem gleymist kannski í þessari umræðu er, jú frábært, það eru 7.500 manns sem að stunda íþrótti sér til heilsubótar. Betri heilbrigðisstuðla bara því að þetta sparar heilbrigðiskerfinu þegar framleiða stundir, við verðum bara heilbrigðari gamalmenni þegar að framleiða stundir og þetta sparar pottþétt í geðheilbrigðiskerfinu líka, en það sem kannski gleymist er að öllum þessum iðkendum fylgir til dæmis búnaður. Já. Sjálfur á ég 3 börn, sonur minn sem er 10 ára gamall er að æfa 3 íþróttir. Ég giska að ég sé að kaupa búnað fyrir hann að verðmæti svona 180.000 krónur á ári. Og þetta versla ég langmest í heimabyggð þegar það er í boði. Þetta eru skautar, þetta eru fótboltaskór, þetta eru leggklífar, þetta er æfingafatnaður og svo framvegis. Og ef við getum, ég veit að þetta er kannski íkt dæmi einhver sem æfir 3 íþróttir, en segjum að fólk sé að kaupa meðaltali fyrir 100.000 krónur búnað per iðkanda, margfaldaði með 7.500. Hversu mikið af því kemur tilbaka í tekjum til bæjarins? Hversu mikið borga verslunareigendur í skatta og útsvarstekjur til bæjarins. Það eru 80 manns á launaskrá hjá KA hver mánaðamót. Þau borga öll tekjur til bæjarins líka, útsvar. KA heimilið hefur fullt af heimsóknum á hverjum degi og KA heimilið notar heitt vatn frá Norðurorku. Við kaupum pappír og sápur af fyrirtækjum hérna í bænum. Allt þetta telur. Krakkarnir okkar fara í keppnisferðir á hverju ári. Ég myndi segja hvert barn yfir 10 ára gamalt sé að eyða í hópíþróttum eða keppnisíþróttum að eyða svona 80-100.000 krónum á ári í ferðalög frá Akureyri. Margfaldaði það með 4.000, þetta eru kannski 4.000 krakkar með meistaraflokkun. Og þetta er allt viðskipti við Sérleiguspíl Akureyrar, Flugfélag Íslands, Höldur, Avís, Hertz, alla bílaleigurnar. Þetta eru allt fyrirtæki sem græða á því að við séum að fara í ferðir. Eða græða, þetta er náttúrulega fyrirtæki sem styrkir þetta fyrir líka og er seint þakkað sinn stuðningur. En aftur á móti að viðskipti íþróttafélagana hérna í bænum, ekkert bara KA heldur allra, við þessi fyrirtæki gerir að verkum að hér eru fullt af störfum tengd ferðaþjónustu allt árið kring. Og þessi fyrirtæki eru arðbær og gengur vel í sínu rekstri. Og þetta eru mjög mikilvæg tekjur fyrir þessi fyrirtæki til þess að fá inn í kassan, en líka eins og nefnir sko mótahaldið, að geta haldið mót er mikilvæg fjáröflun fyrir íþróttafélag og við séum eins og Sundfélagið sem kom hérna, að þeir segjast ekki geta haldið mót út af aðstöðuleysi. Finnið þið fyrir því að það sé aukin krafa ár frá ári hvers konar aðstæða þarf að vera til staðar til að geta haldið mót? Engin spurning og mót eru frábær fjáröflun fyrir okkur íþróttafélögin. Þegar við höldum mót, hvort sem að Þór sé að halda góða mót í fótbolta, Skautafélag sé að halda frostmót í íshokkí eða KA sé að halda ennitmót í fótbolta eða hagkaupsmót í handbolta eða hvernig sem er, það er endalaust að mótahaldi hérna í veturinn. Þá koma til okkar krakkar sem gista hjá okkur í skólum. Þar þurfum við að greiða Akureyrarbæ fyrir gistingun. Þeim fylgja foreldrar og allt þetta fólk kemur til okkar og þetta er svo gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að geta haldið þetta og boðið upp á aðstöðum til að halda þetta. En leið og við förum að dragast aftur úr, að þá hugsa Selfyssingar eða Keflvíkingar eða einhverjir fyrir austan og Egilsstöðum eða vestan eða Vestmannaeyjar eða hvernig sem er, heyrðu, KA eða Þór fara að dragast aðeins aftur úr í mótahaldi. Eigum við ekki hérna að setja á svona sambarlegt mót ennitmótinu eða góðamótinu
og reyna að draga til okkar liðina sunnan því að við erum með betri aðstöðu en þeir. Og þá stendur Breiðablik frammi fyrir því með sína 200 iðkendur og koma norður að neitmótið. Herru, aðstæðan á KA er nú ekki orðin nógu góð, ef við kannski bara fara austur. Ef við kannski bara fara á Ólísmótið á Selfossi. Það er endalaus samkeppni með þessi mót. Já. Og leið og við missum þessi mót, þá missa KA og þessi íþróttafélög ekki bara mikilvæga tekjur í sínu starfi til að halda út til frábæru og faglegu yngreflokkastarfi og meistaraflokksstarfi, að þá missi bærinn líka ferðamennina sem þessu fylgja. Og þarna er ég svona að reyna að benda á það að í staðinn fyrir að svo oft vill verða í umræðinni, skiljanlega, það er takmarkað fé til, það þarf að fara skynsamlega með almannafé og hvernig við ráðstöfum því, og þeir sem ekki stunda íþróttir, þeir geta þess að bara sagt að þetta er alltof mikill peningur í steypu, þetta er alltof mikill peningur í íþróttir, það er alveg nógu góð aðstæða fyrir. Ef að það er niðurstaðan, að þá verða þeir líka kannski að sætta sig við, það verða færri heimsóknarlingar norður. Og ég vil opna augu fólk fyrir því að þetta skiptir efnahagslífið og Akureyrarbæ miklu máli. Já. Og þannig líka þáttur eins og nefnir sko að þegar að félög og höfuðborgarsvæðin eru að taka ákvörðun hvert í að fara á mót, ef það er betra mót á Selfossi eða Keflavík, þá er það hreinlega orðið ódýrara fyrir mig líka að fara á það mót af því það kostar meira að koma hingað norður. Þannig að það er líka þáttur sem það reikna inn í að það þarf að bjóða upp á aðstöðuna því það er verið að leggja í langt ferðalag. Já, bara engin spurning og þetta höfum við KM reynt að benda á og eins og sagði Sundfélag kom og þær fá ekki að halda jafn mikið á mótum og þeir vildu út af aðstæðan er ekki nógu góð. Ég get nefnt bara dæmi og minni vinnu að við sækjum á hverju ári að reyna að halda KA og Þór haldi í sameiningu 2 handboltamót í 7. flokki karla og kvenna ári hverju sem að draga kannski bæinn 1000 manns hvora helgi og við höfum sótt að reyna að halda 15 flokksmót líka. Við fáum það ekki af aðstöðuleysi. Nei. En nú kemur náttúrulega mjög umdeildur póll kannski í umræðina þegar verið að tala þetta. Er verið að bjóða upp á of mikið og fjölbreytt íþróttalíf? Eru við með, er óþarf að vera með 2 handboltalið eða 2 knattspyrnulið eða er hægt að bara sameina og er þetta þá orðið ódýrara og einfaldara? Sko, þetta er kannski eitthvað sem efnislega ég er ekki sammála þessum fullyrðingum sem slíka og ég ætla nú kannski ekki að fara út í einhver smáatriði hvað það varðar. En að meðan að iðkendafjöldinn og sjálfboðaliðarnir sem er að vinna þarna á bakvið eru til staðar, að það þarf að vera verkefni við allra hæfi og sama hvort það sé í handbolta eða fótbolta þá sem stærstu boltagreinu okkar í bænum að það hefur alveg sýnt sig, það hefur verið reynt að sameina og það hefur ekki alltaf farið betur. Þú veist, það er ekki það, ég vill ekki fara að pikka út einstaka íþróttir eða einstakar lið en þetta hefur bara sýnt sig eins og að núna hjá KA í bænum eru 2 meistaraflokksliði handbolta karla og sitt má hverjum finnast það en bláköld staðreynd að það hefur 44% iðkendafjölgun hjá KA frá því að samstarfinu handbolta var slitið. Það eru 44% fleira að æfa íþróttina, konur í hreyfingu, holla og góða hreyfingu. Einhverju leyti tengt þessu en einhverju náttúrulega tengt líka að starfi hjá okkur alltaf að vera faglegri og faglegri með frábæra þjálfara og svo framvegis. En þú veist, mér finnst þessi umræða eiga heima kannski á öðrum vettvangi og öðrum stað en þú veist, punkturinn, þú veist, svona footnotið hjá mér er þetta að pælum aðeins í efnahagslegum áhrifum íþrótta á mannlífið á Akureyri. Hversu snautt það væri ef við værum ekki að halda allar þessa viðburði. Ég geti setið hérna í allan dag og talið upp öll litlu og stóru mótin sem við erum að halda hverja helgi núna sérstaklega í janúar, febrúar þegar að Þór er að halda góða mót í fótbolta, KA er að halda stefnumót í fótbolta, síðustu helgi var skautafélagi með frostmót í íshokkja sem kom í keppendi frá SR og Byrninum. Það er handboltamót hjá KA, var handboltamót hérna eitt sunnudagsmorgun sem kom frá Húsavík. Þetta er ótrúlega fjöldi og bara tengt einu svona móti líka sem er svona ennþá ótalið hjá mér í þessari upptalningu minni er að þrátt fyrir að, eins og ég segi, veitingastæður og ferðaþjónustu fyrirtækin í bænum, þau gera sig grein fyrir þessu, þó ég vilji kannski, þó að þeir sem eru hærra setti, þeir sem eru að starfa fyrir bæinn og eru í bæjarstjórnum og ráðum, stundum fyrst með loka augunum fyrir þessu, en þá virðast eigendur og rekstraraðilar þessum fyrirtækjum gera sig grein fyrir þessu og vita mikilvægi þess að KA og Þór og öll íþróttafélögin séu öflug, að þeir styrkja okkur, þeir aðstoða okkur með mótahald, en til dæmis bara núna síðustu helgi var skautafélagið með mót og þegar enda á pizzuverslu fyrir alla keppendur. Það er ekki 50, 60, 70 pizzur pantaðar þar. Helgin áður var KA með handboltamót upp í KA-heimili. Ég held að við höfum pantað einhverja 70 pizzur þar líka. Já. Og þetta skapar allt störf og þetta skapar tekjur í kassan fyrir þessa pizzustæði eða hvort sem við séum að grilla hamborgara fyrir heimaleik eins og við gert eða við séum að þegar að keppendur koma hingað á mót þá fá allir 20% afslátt í
ís eða þeir fara í bíó og allt þetta atvinnuskapandi. Akkurat. Að það ekki bara það að séu 80 manns á launaskrá hjá KA, það eru örugglega þúsundir í bænum sem vinna í þessum geira og væru færri ef íþróttafélögin gæti ekki haldið þessa viðburði og laða að sér þessa ferðamenn. Frábær punktur. Með þessu ætlum við að kíkja yfir í örstuttar auglýsingar. Taktikinn í boði Jakko og Joe's Akureyri. Let's go. Já, við höldum áfram hérna í taktíkinni, við erum að ræða starf íþróttafélaga. Sigurður, þegar við förum yfir þetta umfang, það eru þetta þessi starfsmenn sem að vinna hjá íþróttafélaginu í fullu eða hálfu starfi, en svo eru líka allir sjálfboðaliðarnir sem að koma að þessu. Þetta er gríðarlegur fjöldi. Já, þetta er ótrúlega margir og íþróttafélagin gengju aldrei án sjálfboðaliðanna. Ég er einn af þeim heppnu sem að fæ greitt fyrir að starfa fyrir íþróttafélag og ég og ásamt örugglega mörgum í bænum lifum og hrærumst í kringum íþróttir og þetta er okkar passion, þetta er okkar gleði og þetta er okkar sorgi líka auðvitað. En sjálfboðaliðar eru miklu meiri hluta og virkilega óeigingjarnt starf sem að sjálfboðaliðar vinna og við starfsmenn íþróttafélagina sem erum ekkert svakalega margir svona per höfðatölu erum þakklátir fyrir að fá að vinna með þessu flotta og góða sjálfboðaliða fólki sem að vinnur í kringum íþróttafélagin. Það eru ótrúlega margir. Þetta er mikilvægt líka upp í gegnum allt yngri flokkastarf að búa til þessa sjálfboðaliða því það er ekkert allir sem að fara alla leið í íþróttunni en þetta eru þessi sjálfboðaliðir sem út með í dag, þetta eru mikið iðkendur sem voru að æfa hjá félaginu. Engin spurning og það er það sem er einmitt góður punktur og á oft heima í umræðina. Við erum ekkert bara að búa til 11 fótboltamenn eða 7 handboltamenn eða 5 körfuboltamenn eða 15 íshokkímenn. Við erum að búa til stjórnarmenn, sjálfboðaliða, dómar. Við erum að búa til fullmótaða einstaklinga út í samfélagið með okkar starfi og það er gríðarlega stór hluti af starfinu hjá okkur, ekki bara þessar 60 mínútur á dag sem við höfum inn á æfingasvæðinu. Það er allt þar fyrir utan, allt þetta félagslega, búa til vinasambönd, kenna virðingu og kenna leikreglur, aga og svo framvegis sem að þjálfararnir okkar koma og það er ótrúlega og Ísland er öfundað af þjóðunum í kring af hversu vel menntaða þjálfara við höfum og áhugasama hefur margoft komið fram en eins og til dæmis þjálfun barna í Noregi og Danmörku er ljósárum á eftir okkar þjálfur hérna fyrir yngstu krakkana. Það eru kannski bara foreldrar sem skiptast á að stjórna æfingum. Við erum með hámenntaða þjálfara, kannski íþróttafræðinga og annað slíkt sem hafa síðan tekið sér menntun í sínum fræðum til að þjálfa krakkan okkar og kenna þeim hitt og þetta. Þetta er ekki síður mikilvægt eins og að hafa góðan kennara í skólanum eða annað slíkt að hafa góða þjálfara og íþróttalífið á Akureyri er einstaklega blómlegt og væri ekki á þeim stað í dag ef ekki væri fyrir eins og ég sagði góða sjálfboðaliða og frábæra þjálfara. Og margir þessum þjálfurum, þetta eru leikmenn sem að jafnvel fóru ekkert alla leið með sinn feril, jafnvel hætt að spila og áttu ekki kannski sína styrkleika inn á vellinum en eiga þá fyrir utan völlin og eru í dag þá engum minni þáttakendur í leiknum. Nei, það er engin spurning og það er kannski, ef við myndum reyna að setja þetta einhvern veginn upp, það eru 10 í hverjum árgangi hjá KA í fótbolta segjum það, þó það sé sennilega fleiri í dag, það er 10 í hverjum árgangi, það er kannski 1 sem að endar á því að spila fyrir meistaraflokk félagsins eða fara ennþá lengur og spila sem atvinnumaður eða fyrir Íslands hönd eða annað slíkt. En það eru kannski 2 sem að fara og spila fyrir liðin í kring, 2 sem koma og vera stjórnarmenn, seinna 1 sem verður dómari og svo framvegis. Svo er þetta fólk sem að týnist aftur niður starfi þegar það eignast börn síðan seinna meir og það er náttúrulega okkar að skapa þetta góða umhverfi og það að skapa fólki líði vel hjá okkur og er mjög mikilvægt. Það er þessi félagslegi og andlegi þáttur og þess vegna eru íþróttafélögin ekki bara að bjóða upp á æfingar fyrir krakka á aldrinum 3-4 upp í 18-19 ára og síðan þessi afreksstörf okkar sem eru meistaraflokkarnir okkar. Við erum líka að bjóða upp á viðburði félagslega eins og herrakvöld eða KA hefur staðið fyrir svona föstudagsframsögum þar sem eru svona fræðslufyrirlestrar eða áhugaverðir fyrirlestrar í hádeginu og föstudögum og annað slíkt og ég veit að önnur íþróttafélög eru að gera það sama og vel sótt oft á tíðum og fólk, það er þetta félagslega gild íþróttanna sem er svo mikilvægt líka. Já,
Og þetta þetta þá bera saman við alls konar gildi og reglur, rótfölu og rótari. Þarna erum við að tala bara mjög svipaðan hlut, annars ég viti nákvæmlega hvað fram inn í þeim gildum, en þarna þetta félagsstarfi líka og svo þegar þú færið kallið, viltu dæma eitt leik eða viltu vinna á einhverjum velli hjá meistaraflokki, þá bara gerur það fyrir þitt félag. Engin spurning og mannfagnarnir í kringum þessi íþróttafélög eru oft á tíðum óbóðslega skemmtilegir og fjölmennir og fólk finnst að tilheyra hóp þó að sé ekki inn á vellinum, að það sé utan vallar hvort sem stuðningsmaður í stúkunni eða miðasölu hliðinu eða annað slíkt, að það er nákvæmlega þetta er í rauninni fyrir fullorðna einstaklinginn ekkert síður mikilvægt eins og fyrir börnin. Þetta er mjög mikilvægt líka til að fullnægja þeirra félagslegu þörfum. Þannig að það sem við erum búin að drepa á þessu spjalli okkar er heilsuhliðin á íþróttunum, hversu frábærlega íþróttir geta stuðlað heilsu og sparað heilbrigðiskerfinu í nánri framtíð því við erum heilbrigðir gamalmenni, við höfum hreyft okkur lengur og annað. Það er félagslegi þátturinn, sparar geðheilbrigðiskerfinu og manni líður betur, þetta fullnægir okkar félagslegu þörfum. Og síðan er þessi efnahagsþáttur sem við fórum vel inn á áðan, að þetta er þessi þrír þættir sem að spila saman og sem að gera íþróttir að þeim mikilvæga pósti í samfélaginu okkar sem þær eru í dag. Þegar við tölum lífsgæði í samfélaginu, þá hljóta þetta nú bara að vera grunnstoðir allar saman þar. Engin spurning og það er alltaf verið að tala að það er að gera Akureyri frínilegan stað til að búa. Hvergi annar stað myndi ég vilja vera að búa. Ekki séns og ég myndi aldrei flytja frá Akureyri held ég. Mikill Akureyringur í mér. En þetta þarf að vera til staðar. Það þarf að vera gott íþróttalíf. Það þarf að vera aðstæðan til að stunda og sinna góð íþróttalífi. Og íþróttir eru góð fjárfesting. Þetta er fjárfesting sem mun margborga sig á endanum. Og ég held að sé alveg tímabært að fara að ræða það opinskátt að það má eyða peningum núna til að spara seinna meir. Oft hefur verið framkvæmt eða hætt við að framkvæma út af skammtímahugsjón. Hugsum lengra fram í tíman. Er þetta miklu peningar sem við erum að tala að því að nú er kannski að einhverju leyti, nú þekki ég ekki samspilið hvað kemur frá bænum og hvað kemur frá félaginu líka. Hvernig þarf þetta samspil að vinna saman svo að sé gert eitthvað? Þetta náttúrulega eru gríðarlega háa fjárhæðir og það er ekkert launungarmál og miklu peningar í spilunum þegar kemur á uppbyggingu. Fjárfestingar geta bærin sér held ég bara til fyrirmyndar og Akureyri hefur undanfarin ár verið vel rekið sveitarfélag. Það er þessi rekstrakostnaður sem þegar búið er að byggja upp, þá þarf að reka mannvirki líka. Og þetta hefur allt saman komið frá bænum og það eru miklu peningar sem fara í íþróttamál í bænum. Og eins og formaður K.A. reyndar benda á reyndar í afmælisræðu sinni, afmæli K.A. að mikill af þessum peningum er eyrnamerktur Hlíðarfjalli og sundlauginni þar sem eru náttúrulega mikið almenningsíþróttir. Rosalega margir sem koma, eru kannski ekki að æfa sundi eða skíði en koma í sund og á skíði, sér til heilsubótar og skemmtunar. En okkur langar, við köllum eftir aðeins meiri peningum í að byggja upp íþróttamannvirkin fyrir íþróttundun okkar sem eru ekkert endilega bara fyrir almenning, heldur líka fyrir þá sem vilja æfa og ná langt og til að geta haldið þessa viðburði. Þetta er slatta fjárhæðir og kostar allt og þess vegna þarf að taka þessa ákvörðunina vel ígrunduðu máli. En að reyna að opna augu þeirra, eins og ég hef sagt kannski áður, að þetta sé ekki slæm fjárfesting. Þeir eru ekkert bara henda þessu í einhverja steinsteypu. Þetta er fjárfesting í ungu kynslóðan okkar og þetta er fjárfesting í ferðaþjónustunni hjá okkur og þetta er bara skiptir gríðarlega miklu máli. Og svo á sama tíma ertu kannski að spara helling í eins og viðhaldi að því með sjálfboðaliðum getur viðhaldi svæðinu, það er þetta að mála og vinna í störf sem að kannski annars þyrfti að borga fyrir. Já, engin spurning og þetta er allt saman svona lengri stigs umræður þegar að kemur að því að byggja eitthvað upp, að hvernig á að fara því, á að nýta sjálfboðaliða eða eigum við að sjá einhvern rekstur og hitt og þetta og bærinn hefur staðið ágætlega í því og verið skilningsríkur þegar kemur að mörgu og það er ekki ætlun mín að fara að setja út á vinnu einhverja hinga til, heldur frekar að halda áfram að tala máli í íþrótta á Akureyri. Og þetta vinnur allt saman, eins og segir, þótt þú ert íþróttafulltrúi K.A. þá er þetta mörg íþróttafélög og þau eru að byggja á þessu sama, bara náttúrulega mismunandi stærðargráðum, mismunandi margir á bak við þau, en þetta er þessi þættir og þau þurfa öll sjálfboðaliðana og þau þurfa öll einhvers konar aðstöðu líka, en aðstæðan er sjálfsögðu líka náttúrulega með stýr. Já, og þetta er bara grunngildi samfélagsins og sagðir áðan og það eru öll íþróttafélög með svipað markmið og kannski erfiðasta spurningin sem við íþróttafélögin glímum við er þetta afreksstarf versus hið almenna starf, að við þurfum að vera með verkefni með allra hæfi
og við erum ekki að kalla eftir aðstöðu fyrir hérna útvöldu. Við erum að kalla eftir aðstöðu fyrir alla, okkur langar að geta boðið. Það hefur verið þvílík sprenging til dæmis í öldungablaki á Akureyri. Öldungablaki er samt 20+, það er ekki öldungar sko. En það hefur verið þvílík sprenging og mikil eftirsókn eftir tímum sem við getum henni ekki boðið upp á. Já. Og það hefur verið, ég veit að það hefur verið þvílík sprenging líka náttúrulega undanfarin ár í golfheiminum. Þar sem fullorðið fólk fyrir að spila golf. Old boys girls hockey blómstrar á Akureyri. Það var haldið hérna mót núna í janúar sem kom með þessar lið frá Noregi og allt sko. Og þetta blómstrar líka og fólk er eins og við höfum komið inn á alltaf að vera meðvitað mikilvægar hreyfingar og það er gaman að gera það í hóp og allt þetta. Og við erum eins og segi, við erum ekkert bara að kalla eftir aðstöðu fyrir úrvalsdeildir KA í knattspyrnu, úrvalsdeildir KA í handbolta. Við erum að kalla eftir aðstöðu fyrir börnin, fyrir hérna fullorðna fólkið og síðan kemur hitt náttúrulega með líka. Hún nefndir hérna áðan sko að fara í fjallið og sundið er í svona helgar tómstundir eða eitthvað sem við sækjum í bara mjög mörg, ekkert endilega að því við erum að sækja einhverja ákveðnar æfingar þangað. Eins og félagssvæðið upp á KA-svæðið, það er ekki lokað og læst. Þar er völlurinn, hann er opinn, þar er þetta að fara og út að sparka með sínum börnum. Þeir eru ekkert inn fyrir þetta, hann er ekki sýnt fram á hversu margir nýta sér þetta, en aðstæðan hún er fyrir alla, hún er ekki bara beint fyrir æfingar og skipulega starfsemi. Hárrétt og það hefur verið ótrúlega gaman að sjá aukninguna svæðið okkar eftir að fengum hérna frábæra gervigrasvöll. Að það er í rauninni hérna, fólk sem býr í blokkunum í kring upp í Hrísalundi og Hjallalundi og Tjardalundi lítur út gluggan á þriðjudagskvöldi 15. júní og það er smekkfullur gervigrasvöllur af krökkum og fullorðnum að leika sér í þessari aðstöðu okkar. Og Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA, á mikið hrós skilið fyrir hvernig hann hefur opnað húsið, KA-húsið og félagsheimilið okkar fyrir krökkum og öðrum að koma þegar eru lausir tímar, þegar það er lítið að vera, sem er endar sjaldan, út af að aðstæðan er sprungin, en komiði og nýtum okkur mannvirkin, við höfum þau opið, við skulum nýta þau og það er ekkert endilega alltaf undir hérna, eitthvað afreksstarf sko, bara alls ekki og hérna, það er allir að njóta góðsæði. Þarna eins og segir sko, það verður minni tími til að því aðstæðan er sprungin, það þarf að nýta hana í æfingar með bættri aðstöðu, þá skapar meiri opinn tíma fyrir almenning. Já, engin spurning og hérna, Kristillast best í öllum þeim umsóknum og öllum þeim óskum sem við fáum öldungablaktíma sérstaklega núna, sem er mjög vinsælt þessa mundir. Nú tíminn alveg að hlaupa frá okkur, Sigur Óli, er eitthvað svona að lokum sem við viljum svona binda hnútinn á þennan þátt? Sko, já og nei, ég hrærist fyrir og lifi fyrir þessar íþróttir og íþróttir eru svo mikið kappsmál og ég fylgist með þeim öllum og það skiptir ekki máli hvaða íþróttar eða hvaða félag er, ég fylgist með þeim öllum og ég hef ógeðslega gaman að þeim og ég veit það eru fleiri sem ég er núti og ég veit að þetta er mörgum hjartans mál. Þetta hefur samt ekki verið hávær hópur. Það er miklu háværur hópur sem að pælir í hversu há byggingin er að vera niður á Oddeyrartanga hérna, við Eimskipsbryggjunni eða hvað. En við skulum alveg hérna fara að tína okkur saman og benda á það að hversu mikilvægar íþróttir eru í samfélagi og þetta er bara eina grunnstóðum þess að hér sé lífleg og eftirsóknarvert að búa á Akureyri. Sigur Óli, takk kærlega fyrir komin á þessi flottu lokaorð. Takk Skúli. Og takk áhorfendur fyrir áhorfið. Við höldum áfram strax í næstu viku, ekki missa því. Taktikinn er í boði Jakko og Jóðam Jóð.